Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, þá er íþróttaþátturinn Bekkurinn og tilefni þess að við erum með útsendingu núna á þessu þætti er náttúrulega Evrópumeistaramótið í handbolta. Til mín eru komin Víðir Sigurðsson sem er nú bara með reyndar íþróttafréttamönnum á landinu. Ég heiti kannski Sigmundur og Steinarsson kannski eitthvað svipað, Sossi og Hákon Gunnarsson. Þú ert hérna bæði fyrir fótboltamaður í Breiðablik. Nú ertu berjast líka í prófkjöri samfylkingunar í þínum heimabæ. Og svo líka varstu framkvæmdastjóri HM 95 á Íslandi. Förum aðeins, byrjum á deginum í dag. Víðir, þetta kemur okkur öllum óvart eða ekki? Jú, á óvart og samt ekki, en náttúrulega sáu alveg þessa möguleika að komast alla leið, en samt, ef þú horfir á þetta fyrirfram, að vera að tala að vera að fara í léttari milliriðilinn, en við þurftum samt að glíma þar við Svía, Króata og Ungverja, þrjár þjóðir sem hafa nú verið okkur yfirleitt fremri, og við hefum verið sérstaklega vandræðið með Ungverjana núna í árabil, en það að ná síðan öðru sætinu þessu milliriðili og vera bara alveg við að vinna hann, það er vonum framar, og að komast í þessu undanúrslit er náttúrulega stórglæsilegt. Það við fengum svona eins og værum búin að missa þetta frá okkur og þá spiluðu staðri leikir svona upp í hendurnar okkur líka. Já, og þannig er þetta bara svo ofta á þessum stórmótum að menn eru búin að gefa sér fyrir fram að þessi vinna þessa, og það sá enginn fyrir í raun að Sviss færi að taka stig af Íslandi og svo sá menn ekki fyrir að Ungverjar myndu sem áttu ekki, höfðu raun ekki neina að keppa, myndu fara að taka stig af Svíum, en þessi bara íþrótt er bara þannig og þetta byggir svo mikið á stemmingu og akkurat að hitta á hlutina á réttum degi og það má segja að Ungverjar gerðu það fyrir okkur þarna í fyrrakvöld og gáðu okkur þennan möguleika aftur sem að staðið nýttu sem betur fyrr. En hérna, af þessum 4 liðum sem eru komin í undanúrslitin, þá eru 3 íslenski þjálfarar. Þetta er fámennsta þjóðin eftir að Færeyingar fóru heim, fámennsta þjóðin með 3 þjálfara af 4. Já, þetta er einstakt og ég sá það að Ívar Benediktsson vinur minn á handbolta.is, hann staðfesti þetta væri met í sögu stórmóta í handboltanum. Metið áður hefði verið að Spánverjar hefðu 2 þjálfara í undanúrslitum, en það var engin þjóð áður, 3 þjálfara á þessu stigi íþróttarinnar og þetta segir bara sitt íslensku handbolta hefðina og þá stöðu sem íslensku handbolti hefur í heiminum. Já. En Hákon, þú náttúrulega fylgist með þessu? Já, ég er nú svo. Já, þú hafi verið sjálfur í knattspyrnunni. Já, ég er mikill áhugamaður handbolta, sko. Já. Eins og þjóðin almennt bara. Og eins og þjóðin, þetta er náttúrulega einstakt. Aðeins varðandi þetta með þessa 3 þjálfara í undanúrslitum, 75% séu Íslendingar, þá er bara, þetta er með þvílíkum ólíkindum vegna þess að ég held að iðkendur karlamegin í handbolta séu ég held að milli 6 og 7.000 á landinu, sko. Í Þýskalandi ég held að þeir séu, 800.000, Normenn, Svíar, Danir, þar sem þessi íþróttir í hávegum hefð, þeir eru 17 til 20.000 fleiri en við. Þannig að það er ótrúleg, þetta er eins og Víðir segir, það er svo mikil hefð fyrir þessu. En samt erum við bara með 2 deildir hérna heima. Já, einmitt. Ég meina í Frakklandi sem ég þekki til, þeir eru 7-8, Já. Þú veist, þetta er alveg, og hver er skýringin á þessu? Ég held, að eina skýringunum, þetta er náttúrulega margt, hefðin er rík, en það er líka þannig að þetta er mjög, svona landfræðilega saman þjappað sem mikil samkeppni er á einum stað, sem er fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu, það er líka Vestmannaeyjum, Akureyri, Selfossi, ekki á Suðurnesjum, til dæmis, það er Karvan, og þeir eru alltaf með stuttum millibila að keppa alltaf við þá bestu og ekki fjarlægðir sem þá verður þessi, og standardin er mjög hár fyrir, þannig að það er sambland af svona alls konar þáttum sem að og menn sem sagt þróa með sér alveg ótrúlega hæfni með mikilla ásnundun og hefð, Fyrir einhverjum áratugum síðan
Það var verið að byggja hérna íþróttahús hér og þar landið og þau voru öll byggð og lítil fyrir handboltan. Þannig að til dæmis eldra hús út á Seltjarnarnesi ágætt dæmi það sko, að til að fá ykkur styrki þá máttur ekki fara umfram eitthvað sko, sem þýddi það að korfuboltinn til dæmis stöku bara hólminn til dæmis, þar kom aldrei til greina að vera með handbolta sko. Nei. Þannig að það, en þessi sko stundu segir svona, maður ekki kalla á kannski með réttu að þetta sé orðin svona þjóðaríþrótt Íslendingar sko, þjóðin situr fyrir framan sjónvarpið þegar það er að leika núna og fáttum hann að tala það sko. Þetta er gaman. Já, en þessi var þetta stærra íþróttahúsinu, það var mjög áhrifamikill íþróttafulltrúi ríkisins þáverandi sem að stuðlaði hafi mikið með þetta að gera með stærðir íþróttahúsa, 32x17 vallarflöturinn sko. Og það á að vera 20x40 í handbolta sko, og hefði ekki munað neinu sko, en þrátt fyrir þetta þá, ég held að íþróttahúsi í Strandgötu hafi verið annað íþróttahúsi sem var með löglegan handboltavöll, það var einhvern veginn upp úr 1970 sko. Já, hérna var þessi handbolta hefði mikið til bara í húsi Hálágarlandi sem stóð hérna rétt hjá þessum Glæsibæri núna og það var svona vagga handboltasmikið í Reykjavík sem dæmi og þar voru einhverjir bara bitar úr loftinu sem að náðu náðast inn á völlin sko. Þannig að þetta voru engar aðstæður sem menn höfðu og aðstöðuleysi hefur frekar einkennt þessa íþrótt lengst af. Þegar ég var Polli í Hafnarfirði þá var svolítið gaman að fara á kvöldin í íþróttahúsinu við Lækjarskóla, sem pínu lilla sal sko. Og þá var opið, það var hurð á gaflinum, hún var alltaf opin, það var svona ekki lætið en þeir voru að æfa og það kom fyrir að þeir komu út hurðina sko, þeir voru í hraðflömmum, kannski muna svona 1,5 metra á loftæðinni sko. Já, og það var verið að spila handbolta samt í þessu litlu húsum sem var svo magnað. Ég er austan af Fjörðum og þar vorum við að spila handbolta í pínu litlum sölum heima á Faxarsfirði, það var Eskifirði upp á Eiðum og svona stöðum og það var spilar handbolti og þrátt fyrir þetta og sem var eiginlega með ólíkindum því að þá var punktalínan sko, já, hún var nánast í vítategnum hinum megin sko. En hérna Snorri Steinn, þetta er náttúrulega ótrúlega síður fram, það sem komið og verður ekki dánum tekið, hann er komin með liðið í undanúrslit og hann er tiltölulega ungur þjálfari, þetta er enda 3. mótið hans, en þetta er að halda svolítið gangandi, búin að missa helsta varnarmannin sinn út, þetta er frábær framistæði honum. Já, og sérstaklega eins og segir, við megum ekkert mikið við því að missa út leikmenn og mann listi ekki á það þegar Elvar heltist úr lestinni þarna daginn en þeir hafa náða að fylla í það skarð alveg ótrúlega vel og þegar við horfum á þetta handbolti byggist mikið á varnarleika við erum ekki með þessi varnartröll sem að sem sjáum í flestum hinuliðana sáu bara Slóvenan sem að var settur í það að reyna að halda Gísla Þorgeiri niðri. Þetta eru svakalegir jaxlar, svona leikmenn erum við ekkert með. Þeir vinna það upp með þessari gríðarlegu hreyfigetu og færslu og þetta sem er mjög flottari varnarleikur ótrúlegir varnarmenn, ótrúlegir varnarmenn Ímir og Elliði og ég tala ekki þegar Einar Þorsteinn kemur inn í þetta líka Já, Snorri er náttúrulega búin að ná frábærum árangri og hann gerð þekki liðið og það sem ég held að sé líka lykilla bakvið þennan árangur núna er hversu vel hún hefur tekist að rúlla mönnum inn og sko hópurinn er þannig samansettur núna að við erum með 2 öfluga menn í öllum stöðum og hvernig hann rótir að því í svona löngu móti þá tekur þetta rosalega á. Leikur ekki slóinu í gerð, menn voru að spila sko innan við sólarhring annan gríðarlega erfiðan leik. Slóvenandi líka en maður sá það bara í seinna hálfleiknum. Ég er ekki að taka neitt af Snorra sko. Það er frekar Rósson sko því að hann við völduðum yfir það í seinna hálfleikum maður sá bara þreytu merkja slóðunum þeir eru lent í einhverjum vandræðum í meiðslum sko fyrir mótið en ég meina við missum Elvar líka og þannig er þetta bara það verða öll lið í svona löngum og erfiðum mótum fyrir skakkavöllum. Já, en það líka þegar þetta er gert spila dag til dag þá er meiri hætt á miðislum og fleira þegar sko dómgrindin aðeins kannski farin að sko Geir Harsteinsson hann sagði eins og nema að vera fyrst þreyttur í höfðinu
ekki líkamann sko. Já, það er eiginlega mjög sérstakt að þetta skulle vera eiginlega tekið upp aftur á svona stórmóti vegna þess að það var eiginlega búið að útrýma þessu með að vera að spila 2 daga í röð. Að þetta var orðið fast að það væri alltaf einn frídagur á milli en svo allt í einu stilla þessu svona upp núna og það er dagur var að einmitt að setja út af þetta og fleiri og það er alveg skiljanlegt. Þetta er náttúrulega ekkert tækifæri sem menn hafa til að fá eitthvað endurheimt og jafna sig á milli leikja að fara í svona erfiða leiki dag eftir dag. Já. Nei, ég bara mikið rós á Snorra og hans teymi, hann er með Arnór og gott teymi í kringu sig og mér finnst hann menn er að gagnrýna einu ákvörðun en svona yfir auðvitað koma slíkt upp en Snorri er alveg greinilega með mikla handboltaþekkingu indilegt þjálfari sem að veit alveg hvað hann að gera sko. Hann er búinn að soga þetta í sig bara frá unga aldri sko, þegar hann er bara fyrst að fylgja pappa sínum sem var liðsstjóri landsliðsins með Bótan á sínum tíma og hann er búinn að vera innviklaður í handboltan bara nánast frá fæðingu og það er bara virkilega gaman að sjá Snorra núna uppskera. Maður fylgdist með honum allan hans landsliðsferil og maður sá alveg mjög snemma að Snorri yrði þjálfari. Hann var þannig típa sem leikmaður og við sáum þegar hann var að spila og hann var ekkert orðið mjög gamall þegar hann var farin að eiginlega stjórna leikliðum. Sko. Hann var orðin aðal númerið í að þegar menn frekkanir þjálfarin að fara yfir hlutina í leiknum. Sko. Ég spurði Guðmund Þór Guðmundsson, þáverandi landsliðsþjálfara, í viðtali sem ég tók við hann af hverju hann af hverju Snorri talaði svona mikið í leikliðum og þá sagði Guðmundur á meðan hann er að tala það sem ég ætlaði að gera þá bara gerir hann það en ef hann fær eitthvað sko þá myndi ég taka sko yfir aftur sko síðan er ég að segja þetta við menn og rifja þetta upp og þá segir það er líka sko Gísli Þorgeir, hann klárar oft sko í leikliðunum Snorri fer og hann talar svo til leikmannina sem leikstjóri. Já, við sjáum sumi þjálfara líka reyna að gera greinlega í því að fá leikmenn með í þetta. Man sér þetta oft í Alfreði líka með Þjóðverjana. Það er oft einhver leikmaður sem á svona loka orðið þar og það er greinilega það er greinilega bara stýrt af Alfreð sko. Bara ákveðið að þetta að góð leikmaður, ef hann er að segja eitthvað sem er mikið vit í, þá stoppið hann ekki neitt sko. Það er eitthvað svoleiðis. Heyrðu, en sko Hákon Gunnarsson HM á Íslandi 95 þá varst þú framkvæmdastjóri, kornungur maður framkvæmdastjóri keppninnar það kom til dálítið óvænt sko að það gerðist, það var þannig að ég hafði verið framkvæmdastjóri íslenska getrauna nokkur ára skeið og það var mjög skemmtilegu tími, við innleitum fyrsta svona online beinlínu tengingu knattspyrnu getrauna í heiminum björguðu því, þú manns kannski og við örugglega líka þegar við vorum að fylla út getraunasela með kalkipapír og við fórum í getraunum sko úr því að vera fornfálegasta getraunafyrirtæki heimi stukku við nokkra kynslóðir í svona eðlilegri þróunasögu og urðum það fullkomnasta. Þetta er svolítið íslenskt sko og það þurfti að breyta lögum og ég var bara lánsamur þar því að það var dómsmálaráðherra Halldór Ásgrímsson, hann hafði lært endurskoðun hjá föður mínum alveg botluð spilling náttúrulega nei það var það ekki því að þetta var bara mikið framfara skref, það þurfti bara að breyta lögum sem embættismenn voru ekki trifnir af sko. Það var auka vinna fyrir það sko. En ég fór til Danmörkur í framhaldsnám og fékk hringingu og sagt, þú veist þá hvernig það verið að auglýsa starf, já ég fylgist með því, bara ég er búin að gangi vel, bara frábært, já þú ætlar ekki að sækja nei, sagði ég bara klára mína ritgerð og það er flugmiða handa þér, þú kemur í viðtal og ég fór heim og úrvarða ég tók þetta ætlaði að gera svona bara ritgerðina í hjáverkum með þessu auðvelda starfi en það var nú ekki sko, kláraði hana síðar. En þetta er sérstætt sagan bak við það. Þetta var mikið ævintýri og mikið ævintýri og mikið reynsla sko. Þá var Laugardalshöllin okkar svona þjóðarleikvangur og það enn. Svo uppfyllir ekki skilyrði
og við sýnum þessu ekki nóg mikla virðingu, sko. Færeyingar eiga bæði þjóðar leikvang og þjóðar höll. Já, ég meina það, sko, ástæðan fyrir því að við fengum útluta keppninni, það voru, sem sagt, uppáskrifuð loforð með skjaldarmerkjum og undirritum ráðherra og borgarstjóra og þeirra að við myndum byggja þessa höll. Fyrir keppnina. Fyrir keppnina. Og það eru, eins og þú segir, 30 ár síðan og hún er ekki komin enn. Var hún teiknuð? Sko, við fengum þetta eitthvað 6-7 árum áður sem þessu var útlutað, en loforðum voru þannig með undirritunum ráðherra, menn trúðum alltaf ekki öðru en að þetta yrði gert, sko. En það fór aldrei af stað. Nei. Sko, menn verða átt að segja á því að þeir eru heldur svona keppni, eins og þá er Ísland ekki að halda hana. Það eru, sko, alþjóða hanglandissambandið sem að heldur keppnina. Þú ert bara færð það auðmjúka hlutverk að framkvæma eftir lögum og reglugerðum sem hafa verið samþykktar það er þannig. Og nú það er EHF sem heldur þessa keppni á Norðurlöndunum, svona núna. Menn átt að segja því við, þú veist, en svo þegar ég fór að spurjast fyrir gang með aðstæðuna á höllina, sko, þá var viðkvæðið við það, sko, heldur þú að þú sért að fara að vinna hérna fyrir einhverja mafjósa í Sviss? Skilur, þetta er nú bara löng saga Skilningsleysið algjör, sko. Þetta er bara löng saga Íslendinga. Við erum ekkert, Íslendingar, við gerum hlutina á eigin vegum. Við erum ekkert voðalega uppteknir af því að fara eftir svona, láta segja okkur fyrir verkum, sko. Þetta er talið svona dygð að vera ekkert að láta einhverja valdagýru að útlendingar segja sig fyrir verkum, eins og það er sagt, sko. En þetta var allavega, hún var ekki byggð, við heldum þetta bara í þessum 4, en sko framkvæmdin gekk mjög vel og hérna, en ef að heimaliði gengur illa, það hefur alltaf negatív áhrif á svona umtal og annað, sko. En við fengum þarna, það var mjög margt sem að var framúrskarandi, eins og þetta með við tölvugrafík, þú manstu örugglega eftir því, sko. Valgarður Guðjónsson, sá mikli snillingur. Alveg rétt. Hann hannaði hana og hérna, það voru bara nýir hlutir þar sem aldrei hefðu sést í handbolta. Og hérna, þannig að 2 ára seinna fórum við Kjartan Stanberg til Frakkana og þeir voru að kalla okkur til ráðgjafar, þeir voru að hugsa að sækja keppni síðar, sko. En þetta var mikið reynsla og hérna og bara virkilega gaman, sko. En þú, sko, þeir sem unnuð af framkvæmdinni, það var svona mótbyr á ykkur. Já, ég meina, ég svona, ég átti náttúrulega gríðarlega mikil samskipti við Alþjóðahanglandissambandið. Erik Nílsen, hérna, framkvæmdastjóri formaður tækninefndar Alþjóðasambandsins, mikill Íslandsvinur. Hann, mjög svona, Danir eins og við gera skemmtilegastir, húmóristi og mjög nákvæmur, sko. Hann hristist hausinn, sko. Við hvað áttum að etja hérna, sko. En eftir á, hvað umsagnir fenguð eftir á? Eftir að mótið var bara búið og bara fínar, sko. Þetta stóðst allt, sko. Og hérna... Nema húsið, það er ekki ennþá komið, sko. Sem er náttúrulega bara skandal, sko. Algjör, sko. Já, nú á Ísland náttúrulega að taka þátt í að halda mót 2031 og þá sem því skilir þið að komin þessi höll sem er búið að skrifa upp á núna og á að rísa þarna fyrir ofan Laugardalsvöllina. Það er þá eins gott að hún komi. Og Jón Arnór Stefánsson er framkvæmdastjóri byggingarinnar. Það styttist í þetta, það er komið 2026. Það er ekki byrjað að grafa. Nei, það er nefnilega málið. Það er þessi aðstöðumál okkar sem að hafa bara því miður hérna, og þá erum við að horfa bara á nánast á allar íþróttir. Að það skuli ekki vera búið fyrir lifandi löngu að byggja þessa höll fyrir handboltan og eða þá bara hreinlega eins og ég hef nú stundum lagt til í þessu að af hverju var ekki farið í bara eitt stórt alvöru mannvirki bara hreinlega fyrir alla greinar. Þess að þú samþættir handboltan, fótboltan og körfuna á allar aðra greinar með einni stóri íþróttamiðstöð eins og við höfum alveg, sem er alveg til staðar fyrirmyndir af því í öðrum löndum, sko. Og þetta er sama vandamál í fótboltanum. Já, sko, það var hann í golfi hérna heima fyrir nokkrum ára síðan, þá kynntist ég Þjóðverja, Hark Hansen heitir hann og hann hérna býr í Flensborg
og mikill áhugamæður handbolta. Hann með áspassa sko hjá Flensborg og svo þekkt hann bara fleiri Íslendinga með nafni spila handbolta í Þýskalandi en ég. Hann dyrkar þetta alveg. Hann fer ekki í ferðalegu annað en til Íslands. Það bara Ísland hann svo, og síðast var það sá norðurljós og það var alveg bara, sko, hann ætlaði ekki að trúa þessu, hvað það mikið. En, sko, þegar hann að segja, þið eru alveg ótrúlega, sko, þið komist þarna bæði á EM og HM í fótboltanum og svo handboltanum og alltaf inn í þessum lokakeppnum og þetta ótrúlega, sko, þeir eru svo fá og segir, ekki gleyma Eurobasket. Ha? Eru þið þar líka? Búin að vera þar 3 svar á síðustu 10 árum sem er hreinlega galið. Já, gjörsamlega, sko. Og miðað við stærðin á þeirri íþrótt. Já. Það kan segja líka við englendinga maður að spila það. Við erum, sko, við höfum unnið englendingi fótbolta svona skammaður. Við værum mörg og íbúar Coventry og það fannst þeim alveg rosalega fyndið. Já. Ef Coventry myndi vinna enska landsliðið. Þetta eins og Þjóðverjarnir, sko, þeir bera okkur saman við Bonn og einhvern tíma hafði þýskur í íþróttafréttasamband við mig til þess að þá var hann að bera saman, sko, Bonn og Ísland. Og hann fann einn alvöru fótboltamann sem kom frá Bonn og setti það svona upp sem mótvægi við hvað Íslendinga væri búin að framleiða af þekktum fótboltamönnum gegnum tíðina og bara íþróttamönnum almennt. Eitthvað gerum við rétt. Það er eitthvað. Já, en þetta er bara svo gaman eins og núna. Þetta ábyggilega umræða á öllum vinnustöðum, öllum kaffistofum. Það er sama að við erum að gera hér. Já, ég meina, þetta er þjóðin alveg heldtekin að þessu. Þetta er stórkostlegt. Janúar mánuður er orðin svona reglulega svona hátíð sem er alveg stórkostlegt en ég tek alveg undir þetta með þessi aðstöðumál, sko. Já. Ég man, þú veist, hún skána mikið í fótboltan. Ég var nú í úlingalandsliðinu í fótbolta, við slóum út Wales 77 var það. Nú fatt allir hvað ég er gamall, sko. En góðlega. Og þá bara viku eftir að það hefði gerst þá gerði stórhríð og keppnin byrjaði í maí og við spilum ekki fótboltaleik í 7 mánuði til undirbókur. Fórum bara bent á grasið út í Póllandi í úrslitakeppninni, sko. Ég meina, það er erfitt að segja ungviðin í dag, það bara hristir hausinn og trúir sig ekki, sko. Þannig að, sko, miklu betri aðstæða til þessi fótboltanum með þessar hallir, það er bara frábært. En handboltinn, sko, hvað í rauninni, hversu marga handboltamenn og konur, það er byrjað að koma á í HM, segi. Og það er bara alveg stórkostlegt, sko. Maður áttar sig ekki á þessu sjálfur. Ég held að Íslendingar takir þessi keppni á þess að líta endilega á þessar ytri aðstæður sem við verum að telja upp hér og við erum komin inn á, sko. Já, en það var nú faðir, sko, held ég 18 ára gamals stráks sem spilar handbolta með Val og þá þeir oft, sko, þessi gæjar, sko, trekæfingum fyrir skóla, sko. Já. Mæta kannski bara eins og sundfólki gerir svona, nánast miðja nótt, sko. Já. Og þetta er, þessi krakkar að fórna miklu til, en líka fyrirmyndirnar eru náttúrulega svo glæstar, sko. Já, menn hafa þetta fyrir sér alla þessa sem hafa komist í undanúrsliðum undir verðlauna á EM, Ólympíu verðlaun og allt þetta. Þetta er náttúrulega gríðarlega fyrirmyndir sem Já, og metnaðurinn og viðmiðin eru svo há. Það er ekkur fólk áfram. Nákvæmlega, svo sjáum við líka bara það eru 16 ár núna síðan Ísland fékk bronsið á EM 2010 og þið sjáu þessa handboltakynslóð sem frá þeim tíma er búin að vera að berjast við þetta að það er alltaf verið að bera það saman við liðið sem fékk silfur og brons 2008 og 2010 og þeir hafa þurft að vera í skugganum af því alla þennan tíma og nú er loksins komið tækifæri og nú er þessi kynslóð sem er núna í landsliðinu að loksins að feta í fótspor Óla Steff og Snorra og þeirra. Já, einmitt. Og engin smáleikur á morgun? Það er svakalegur leikur að mæta Dönum á þessu stígi, það er magnús. Það er, sko, úrslitin eru hverginar í ráðin, sko, leikunni ekki í bríðar. Við eigum alveg öruglega einhverja möguleika. Já, ég meina, 0-0 Portugal vann Danmörku. Já.
Já, já. Með 2 mörkum, ég meina. En þeir eru með einn alveg ótrúlegan, það nummer 19, eða Gilsen. Gilsel. Matthías Gilsel. Hann er bestinn á boltamæri heim í dag. Já. Svo hann Pít líka með honum, sko, þeir 2 eru svona, þeir eru þeirra Ómar og Gísli, sko. Já. Þeir eru alveg ótrúlegir og sé hvað Pít líka er orðin góðu líka, sko. Gilsel er búin að náttúrulega vera í farabrotti núna síðustu 2-3 mótum. Hann er ekki gamall, en hann er að mínum að til sá besti. Já, hann er alveg ótrúlegur leikmaður. Það er líka, sko, hann er ekki bara sá sem stýrir kerfunum og spilinu og skorar, markastur á mótinu. Hann spilar alla vörn. Spilar oft 58-9 mínútur í hverju leik. Og hann virðist að geta hörku varnarmaður. Og hann hefur allt, sko. Oft eru þessir stóru menn ekki svona, hann er svo lipur. Ég er sammála við því. Hann er besti leikmaður í heimi. Og bara, þú veist. Þeir eru ekkert ósýrandi, við förum brött í leikin. Já, öll svona lið þau detta niður á eitthvað leik sem að þessi hlutinni gangi ekki upp og alveg það sama. Ef maður horfir á þetta fyrirfram, menn segja að vera svona 80% líkur á dönsku sigri. Ég held að það sé ekkert óvarlega giskað. Nei, og tróð full höll. Já, þetta er herning í bóksinu þeirra, þetta er alveg þeirra grifja og allt það, en það er akkurat svona stundum sem eitthvað ævintýri gerast. Já, við verðum með kassan úti og horfum á þetta, sko. Já. En svo er tala um aðstöðuna. Nú er búið að breyta fyrir knattspyrnuna í Laugardalnum. Er þetta ekki fín breyting? Þetta er alveg á réttri, það er náttúrulega völlurinn er bylting sjálfur. Horfum á grasmottuna, sko. Það er náttúrulega, nú getur við farið að spila þarna alvöru leiki í öllum mánuðum ársins. Við vorum að horfa á Breiðablik spila núna heimaleiki þarna í sambandsdeildinni núna í nóvember og desember og völlurinn bara flottur. Það er gríðarleg breyting. Það sem að vantar núna er að klára að gera að alvöru svona fótboltamannvirki með einfaldri stúku allan hringinn og lokunum eins og hægt er. Svoleiðis velli svoleiðis völl hefði átt að vera búið að byggja hér fyrir lífandi löngu. Bara strax upp úr síðustu aldamótum. Við sjáum bara hvert einasta 30.000 manna þorp á Norðurlöndum er með leikfang sem að gæti væri flottur sem þjóðarleikungur Íslands. Svo vorum við bara til Færeyja. Það var einhver enskur knattspyrnumaður að fyrirverandi. Hann var að horfa eitthvað leik og hann var spurður á aðbúnaðin svona eins og í 8. deildinni heima, sko. Nákvæmlega. Já. Í 8. sko. Já. Ég man því þegar Platini kom eitthvað, ég var túlkur fyrir KSI þegar hann kom hérna og hann var að spurja mig út í ótrúlegustu hluti, sko. Hann var í viðtali við fransk fútbol þegar hann kom heim og það sagði hann þessa setningu þarna, Stade fait sourire, sem er franska og sem að þýðir bara, sko, leikvangurinn er bara eitthvað grín, sko. Þú veist, á þessum standard, sko. En svo sagði hann líka, sko, en þegar þú kemur, þannig að þú heldur að þegar þú kemur hann á völlina að þetta séu, þú ert að spila við 5. deild í Fraklandi, sko. En svo er þetta snaróði menn þegar þú kemur inn, sko. Inn á völlin, sko. Og hann bara hristi hausinn, sko. En bara Íslendingur vel söguna, allt það, sko. En ég sko, ég var nú á sjúkrabörunum þarna þegar Blikarnir spilaði á móti Shamrock Rovers, fórun á völlin. Þetta er bara ævintýrlega flottur svörður, grasvörður og bara stór glæsilegt. Reyndar hefði ég vilja hafa svona bara í Kópavoginum og spila á heimavölli. Og það á ekki að 40.000 manna bæjarfélag, það á ekki að vera neitt mál heldur. Alls ekki. Menn er að mikla þetta fyrir sér og bara það sem hefur truflað þetta, það er, þú veist, það er verkaskipting ríkis og sveitafélag. Þetta hefur verið svona störukeppni milli borgar og ríkis og bæjarfélaga og ríkisvaldsins, þar sem að ég er alveg hlindur þessu en þið borgið. Það er eins og mönnum sé sko fyrirmunað að á endanum er það íþróttin og uppbygging hennar sem blæðir. Við eigum að hafa þroska til þess að setjast niður og leysa sem sagt, þessar hluti með einhvers konar samtali og öðruvísi vinnubrögð. Það gengur ekki að þetta sé sko að því eru andstæðir pólar í vinstri og hægri að menn telja, þá eiga menn að geta litið fram hjá því, finnst mér. Þetta er
ekki góð staða, sko. Nei. Og þetta eins og þú nefndir á þetta ávið svo margar fleiri íþróttir, sko. Já, Frjálsar til dæmis. Já, nú frjálsu hafi ekki lengur Laugardalsvöllin sem hérna völl og það er ekkert komið í staðinn í sjálfu sér. Nei. Þessi er eitthvað gott hjá ÍR? Já, það er alveg fínasta aðstæða þar en það er ekkert árið að þú býður ekkert upp á alvöru landskeppni þar en þá sko. Það er ekki þannig aðstæða til þess og þetta er þrátt fyrir að við höfum átt frábært frjálsíþróttafólk gegnum tíðina. Það bráðvantar alvöru völl fyrir það. Árið settu sér inn við þér, þá spurði ég nú mig hvað ertu búin að skrifa margar bækur íslenska knattspyrnu? Þú sagði halda þessu 44. Já, það eru 44 sem ég hef skrifað þessari bókaröð íslensk knattspyrna og ég hef skrifað nokkra aðrar líka þannig þetta er eitthvað nálægt 50 bókum sem hver var undan? Sigurður Sverrisson byrjaði, hann skrifaði fyrstu bókin 81 og við tókum saman 82 og svo tók ég við þess af honum. Þannig að jú, þetta er búið að haldast síðan. Þetta er eflaust talsverð mikil vinna. Já, maður er að þessu jafnt og þétt allt árið sko. Maður skrifar hana eiginlega jafnóðum og þegar yfir sumartímabili eða spilaði einum fyrir deildinni þá er ég búin að skrifa hana 1-2 sólarhringur síðan sko. Þannig að maður reynir að gera þetta samhliða því sem hlutinni gerast. Þannig er þetta hægt. Svona þetta er sko svo mikið að myndum og mörg nöfn og þetta er vera sko. Við vitum það sem höfum unni við þetta, það er sko má ekkert klikka. Þetta er mikil eltingarleikur og púsluspil allir þeir sem ég er í sambandi við hjá félögunum þeir geta borið vitni það að ég ligg í þeim vera eins og þeir eru örugglega margir búin að fá nóg af mér þegar komið fram í miðjan nóvember og ég er að hafa sambandi við eitthvað í 15. skipti sko að hvort það myndi sig á leiðinni. Nei sko framlag Víðis til íslenska knattspyrnu er bara hreint bara ómetanlegt. Þetta er magnað. Þetta er við eigum betur skráða sögu en margar af stærri þjóðum og það er hans vinnu að þakka sko. Þetta er og bara verður seint full þakka sko. Þannig að ég það er svo mikilvægt að venda arfleifðina, skrifa söguna, hafa hana rétta og svo er hann góðu penni og ríkta myndum og þetta er bara þetta framlag er eins og ég segi bara algjörlega ómetanlegt fyrir þennan arf sem við eigum að vera svo stolt af sko. Ég bara efast ekki það því að þetta er vand með farið, það má ekkert klikka, ekkert víslast það bara, það er ekki taka tvö sko. Nei. Já, takk fyrir góð orð. Þetta er bara þannig. Það er bara svo leiðis. Þetta er fyrst og reynst bara skemmtilegt. Það er gaman að geta það orðið að liði á þennan nótt. Ertu enn að spila fótbolta? Já, ég er akkurat að fara í fótbolta núna í hádeginu. Ertu í Lönns-United? Já. Það er mitt félag í dag. Já, ég hef nú ekki séð þig lengi að spila fótbolta. Þú varst góður. Við vorum fínir saman hérna á Devafárunum. Já, Devafliðið. Þú varst fínn í markinu. Það var gaman. Vá, ég man eftir einu sinni þegar að Gunnar Bender var ekki á svæðinu vorum að fara að spila upp á Leirárbökkum. Já. Og Eller kemur til mín og segir þú er að vera í markinu. Ég sagði ekki að ræða. Alveg rétt. Þá sagði hann við gerum þetta bara saman. Já. Svo gerði það. Já. Unnu leikinn 1-0 og hann skoraði markið. Já. Skalla eftir hornminum. Jú, alveg rétt. Og hann hjálpaði mér mjög mikið. Þannig að við var alveg rókn. Mark reyndur hafsett. Já. Einn af okkar bestu mönnum á sínum tíma. Já. En svo að segja ykkur, þegar þetta er búið, leikun er búinn og þá hafði ég gett bílið minn upp frá varmarskólan sem við vorum með búningsaðstöðu og Ellert kallar mig, komdu með mér og já, ég sest og svo sitjum við inn í bílnum hans, svona Volvo lítill, sitjum þarna og ég segi býttu, það er allir farnir, ég veið ekki að koma líka. Þá svo hann býttu aðeins og segir nú hvað er að, við svilt í bakinu. Hún svilt í bakinu, hann skoraði sigurmarkið á stóru fótboltavelli. Já. Þetta er magnað. Það voru góði tímar hérna. Hann dreif svolítið áfram í íþróttalífi hjá Devaf. Já, það var gaman að spila fótbolta með honum sko. Það var ekkert hann lífði mönnum ekkert sko. Það var ekkert. Mér bara í einhverju svona sko. Einu sinni voru í fjölmiðlamóti, ég verði að segja svo, þá voru að spila við Alþýðublaðið og þeir
Alþýðublaðið hafði allir í lið, sko. Ég meina, mann eftir Sólveig Ólafsdóttir sem núna er á fréttastöð sjónvarpsins, hún var í liðinu og eitthvað, þetta var bara fólk sem hafði ekki spilað fótbolta, sko. Og við erum konar eitthvað 4-5-0 eitthvað, sko. Og ég kallaði í LR til að koma að skipta, sko. Og hann hlýði mér ekki neitt og ég bara kalla herra og kemur á hlaupandi til mín og sagði hættu þessari vitleysu. Hann vildi ekki fara út af og móti, sko, Alþýðublaðið sem ekki gat, sko. Keppnismaðurinn, sko. Algjör, já. Herðu strákar, þetta er ekki hérna allir þjóðin situr saman hver í sínum bás á morgun og Þetta verður bara, það mun ekki sjást bíll á götunum hérna eftir 7:30 annað kvöld, sko. Milli 7:30 og 9. Klukkan hvað er þetta á morgun? 19:30. 19:30. Já. Þetta er á góðum tíma á föstudagskvöldi. Það verður ekki mikið ára á Gísla Martin. Hann verður eitthvað tíman setna á kvöldi vantarlega. Nei. Það lítur að líða. Við verðum að vinna vegna þess að ég er fyrir 2 mánuði pantaði ég sal, ég er að halda ég stendi baráttu flokksvali í Kópavogi fyrir bæjarstjórn og ég pantaði sal í safnaðarheimili í Kópavogi klukkan 2 sunnudaginn 1. febrúar. Ég leit á dagatalið, það var náttúrulega allt blankó, sko. Svo vissi ég en líkutur á móti að við verum þá að spila, ef við spilum bronsið þá skarast það, úrslitaleikurinn sleppur, eru 1 á móti 16 og auðvitað þurfti ég að lenda með. Ég er búin að lesa það, ég er búin að tala við staðarhaldarana og það verður skjár. Það er ekki hægt annað. Það er ekki hægt annað og svo bara verður fundurinn á eftir. Annars kemur ekki nokkuð maður. Kópavogskirkju, safnaðarheimilinu þar. Safnaðarheimilinu í Kópavogskirkju. Já. En þetta er En utan bæjarfólk má það koma? Það megi allir koma. Allir velkomnir. Vertu hjartalega velkomnir. Það er bara... Herru, drengi minni, ég þakka ykkur mikið vel fyrir samtalið. Víðir og Hákon. Já, takk sem leiðis. Og svo heldur Rauðaborðið áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is